Hér erum við Lárus Jónsson, nýráðinn þjálfara meistaraflokks karla í körfubolta og drengjaflokk. En þú tekur reyndar ekki við drengjaflokknu fyrir að Hjalti er búinn að skila sínu. Velkomin til starfa. Takk að kjalla fyrir. Hvernig leggst þið í því? Þú sagðir í stuttu spjalli við mig svona í gegnum Facebooku daginn að þú ætlar að koma þetta norður, var gaman að kynna slogninni hérna á Akureyri. Hér er aldeilis slogni og sólin í dag sem tekur á móti þér. Já, hann sagði það við mig, hann Hilmar Hennings, að svona væri veðrið alltaf hérna fyrir norðan. En svo reynda líka hrellaði á því að það væri nú ekki alltaf svona á veturnar. Nei, hann sagði reyndar að hann þurfti að berjast aðeins í gegnum skaflana í vetur. En já, þetta leggst bara rosalega vel í okkur. Bara að koma, við komum núna í miðsumar bara. Og hérna erum bara að koma að syngja núna til að kanna aðstæður. Og þetta leggst bara vel í okkur. Bara bæði fjölskyldan og körfuboltann sjálfsögðu. Segðu mér, Lárus, hafði verið fylgst eitthvað með eins og karlaliðinu og drengjaflokk áðan að var haft sambandið að taka við þjálfun? Já, ég er náttúrulega búin að fylgst með liðinu í Úrvalsdeildinni og líka bara áður, bara meðan Benni var með liðið líka, bæði þegar hann komið því upp og svo er maður svona búin að fylgjast með þessum drengjaflokk svona með öðru augunum frá því að þeir eru búin að vera svona Íslandsmeistarar frá því, þeir voru í 8. bekk eða svo. Og svo er það náttúrulega þannig með alvöru körfubolta með þeir eru að fylgjast með öllu sem er að gerast í öllum öðrum liðum. Já, það mætti eiginlega segja það. Þetta er svona hálfgeð battería og maður er að hóra körfubolta líka við allan sólarhringinn. En er þetta ekki góð baktería? Mjög svo. Þetta er eins og besta sem maður getur fengið. En svo farum núna næstu viku bara í það að skoða leikmannahópinn og hvert á þurfa að vera að breyta og bæta og bara undirbúinu sína? Já, í rauninni, og við erum náttúrulega byrjaðir á því og bara vonandi ná að halda bara öllu leikmennum sem voru síðasta vetur. Það er sterkt að halda hryggja á súlunni? Já, það er mjög sterkt að halda sem flestum og það verður náttúrulega töluverð breyting á deildinni, bæði efstu og fyrstu deild með tilkomu Bosman. Þannig að það er aldrei að vita nema kannski fleiri betri leikmenn verða að spila í fyrstu deildinni núna heldur voru í vetur. Er þetta ekki ákvað breyting? Það á bara að koma í ljós. Ég held að þetta áttur að styrkja deildirnar, þannig að kannski verða lið kannski ekki að fá einhverja gamla leikmenn að utan til þess að styrkja sig, heldur verða bara með fullskipu lið. Það er kannski, ég held að það sé jákvætt, þannig að kannski deildirnar verða meira pró, en að samanskapi getur þetta valdið því að ungir leikmenn fá minni tækifæri. En sumir segja svo líka að þetta hafi kannski þau áhrif að þetta verður svona ódýrari lausn fyrir sérstaklega liðin út á landi. Þetta er náttúrulega, það hefur bara sýnt sig að það er kannski leikmenn á höfuðborgarsvæðinu, þeir kannski þora ekki að hoppa á það að fara að spila á Egilsstöðum eða Ísafirði og þannig að það er kannski bara einfaldara að fá inn Bosman leikmenn sem eru tilbúin til að koma þar og það sem að gera það verkum að lið á þessum stöðum verða samkeppnishæfari sem er bara rosalega gott til þess að bara út af því að körfubolti þetta er bara mikil landsbyggðar íþrótt. En svo er eins og ef við bara horfum á okkur Þórsara þá ættum við svo sem ekki að þurfa að kvíða miklu því að nægur efniviðurinn ef okkur lánast að halda sig heima. Já, algjörlega og svo held ég að sé kannski bara aðeins öðruvísi aðstæður Það er náttúrulega stærra bæjarfélag sem hefur allt upp á að bjóða. Þannig að ef það eru ungi leikmenn sem að vilja koma í menntaskóla þá geta þeir verið að æfa í körfuboltaakademíunni 3 í viku á morgnana og svo ef það eru aðeins eldri leikmenn sem að vilja ná sér í háskólanám þá geta þeir komið í háskólan á Akureyri. Þannig að það er allt til alls. Þannig að við ættum alveg að geta lokka til okkur leikmenn. Þú er spenntur, sé ég. Ég er mjög spenntur. Ég segi bara velkomin til Akureyri, velkomin til Þórs og bara góða og ljúfa tíma hérna fyrir norðan. Takk fyrir það.